Benedikt Guðmundsson. Benni, 11 stiga sigur í kvöld á móti Blikum. Þetta var hörkuleikur. Já, Blikarnir eru bara konið með hörkulið og með Jamarco Warren kominn sem er viðráðanlegur og konið með Egil Vigni sem var eitt besti maður í fyrra aftur núna frá Danmörku, og fyrir náttúrulega fullt af flottum spilurum, þannig að bara flott lið, vel þjálfað og skemmtilegt lið. Benni, við byrjum leikinn vel í fyrsta leikluta. Þeir komast yfir á smá tíma í leikluta og bitu hressilega frá sér, en við höfðum þokkalega fórustu í hálfleik og svo var spýtt til ofana í þriðja leikluta. Já, mér varst vörnin í þriðja leikluta virkilega góð og það er eiginlega svona sá leikluti sem við klárum hennar leik og menn voru að vinna alveg gríðarlega vel og Elías Kristjánsson búinn að eiga núna leik eftir leik þar sem hann að koma frábær inn með frábæra vörn með leggja stig í púkið og drífa menn áfram, þannig að svo voru bara náttúrulega sóknarleikurinn alltaf að verða betri og betri. Þeir náttúrulega voru gríðarlega flottir, skoru mikið bæði Danni og Drjú, en þetta var eiginlega, verðum við að segja, bara eins og alltaf, þetta var sigur í vali í sildarinnar. Já, það er alltaf hægt að taka einhverja menn út sem eru áberandi í stigaskorun, en það er liðið sem að stoppar andstæðinginn og heldur þeim í svona þokkalegri stigatölu sem að eykur líkurnar til muna og vinna leiki, þannig en menn voru líka hitta vel og Danni var frábæri fyrir hálfleik, var að hitta gríðarlega vel og Drjú var að duglegur báðumöndum vallarins, þannig að svona getur maður tínt út, búin að telja Ella og Raggi, að mata menn og svona er þetta að telja áfram. Sko, 11 stiga sigur, það er eiginlega, gefur kannski ekki alveg rétt að mynda af gangi leiksins, því að við vorum komin með bara í fjórða leikluta tíma yfir 20 stiga fórustu. Hvað gerist í lokin? Það er við bara hættum að stoppa og við munum fáum á okkur 23 stig í fjórða leikluta sem maður vill kannski ekki sjá, en það var náttúrulega bara aðalega, varnarlega vorum við ekki eins sterkir og vorum í þriðja leikluta og þá verður sóknarleikurinn allur erfiðari, þá hættur að fá sér hraðuplaup og svona kemur fát á liðið og vorum óskipulagðir sóknarlega líka, þannig að við bara nærumst á góðum varnarleik. Ef hann er til staðar þá erum við flott lið sem að spila vel í vörn og sókn. Ef við erum ekki að spila okkar varnarleik þá ætla menn svona einhvern veginn að fara að redda einhverju hinum megin og dettum í einstaklingsframtök. Þannig að lykillinn er bara liðsheildin varnarlega og þá færust hún yfir á sóknarhelmingi líka. En svo má kannski segja að það náttúrulega komu leikmenn inn í loki sem að hafa svona minni reynslu. Þeir kannski voru svona svo beljuðar og von, þeir ætluðu að taka kannski full marga körfur í hverju sókn. Já, en maður er svona að reyna að útskýra alltaf fyrir þeim að þegar þeir eru að koma inn þá eiga að stoppa fyrst og fremst. Ef þú ert að stoppa í vörninni þá ertu alltaf áfram inn á vellinum og fá möguleikan í sókninni. Þess vegna má þetta ekki detta niður svona varnarlega. Mér er alveg sama þó að menn sé ekkert með einhverja flugeldasýningu sóknarlega, en þeir verða að koma inn og halda dampi varnarlega og það er það sem við verum að vinna að. En svona heilt yfir, þú ert sáttur við leikinn svona bara frá að til eða hvað? Já, ég meina bara góðu sigur og bara vorum frábærir lengi vel og náðum eins og sagðir, hvað eru 26 stiga fórskoti með þvílíkri vinnu og menn eru búin að vera þvílíkt duglegir, þannig að ég get ekki annað að vera allavega smá sáttur þó maður sé náttúrulega aldrei fullkomlega sáttur. Við eigum að þenja brjósti núna og vera svolítið stoltir. Já, við eigum samt erfiðustu leikina eftir. Við eigum eftir að fá Fjölni heim. Við eigum eftir að fara í Valsheimili. Við eigum gríðarlega erfiðan leik í Borgarnesi sem er einn erfiðasti útivöllur sem þú getur farið á. Og þó við höfum unnið á í fyrri umferðinni, þá er það ekki fara að hjálpa okkur neitt í Nesinu.
þannig að við möttum að fara í Hveragerði, þú veist, þannig að það er svo mikið eftir og ómögulegt eitthvað að fara að gera sér einhverja og fara að byggja sér einhverja skíðaborgir, sko. Við erum ekkert að fagna og stemma. Nei, það öll erfiðustu verkefnin eftir en við erum að koma góðu róli inn í þau og vonandi mun að skila sér í tölvöld betra liði heldur en þessi lið mættu fyrir áramót. Má þá ekki segja kannski að eins og móli okkar, Sigur Óli Kristján segir stundum, það er svo miklu skemmtilegra að klifra upp brekkuna heldur en að fríhjóla niður. Já, móli veit hvað hann syngur og ég þurfti ekki nema 2 mínútur með honum að komast að eitthvað skonar þvílíku þósari hann þannig að ég jánka öllu sem að móli segir. Hann er einstakur. Já, næg viska þar og hjarta á réttum stað. Benni, til hamingju með 7. kvöld og gangi ykkur vel næstu verkefnum. Takk fyrir það, sömuleiðis.